Þið eru að hlusta á Tveir fellar. Þetta er topp þáttur beint úr Breiðholtinu. Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í nýjan þátt hjá hlaðvarpinu Tveir fellar. Ég heiti Óli Þorbjörn Guðbjörnsson og með mér er Einar Ingi Ingvarsson. Og í dag erum við með frábæran gest. Það er hann Sölvi Tryggvason. Góðan daginn. Góðan daginn. Og verður velkomin. Takk fyrir að koma. Takk ykkur fyrir, gaman að vera hjá okkur. Bara heiður að fá þig. Heiður að fá þig. Já, bara heiðurinn er minn. Það er það. Það er svolítið. Það er svolítið. Ekki bara byrja á þessu með því að segja hver þú er svona. Vilt þú útskýra aðeins hver þú ert? Hver ég er? Já, ég er sko, svona það sem að ég er náttúrulega bara frá Reykjavík og svona típist borgarbarn. Já. Og síðan fór ég í menntaskólanum í Sund og fór svo í sálfræði háskólanum. Og síðan er ég búin að gera bara svona alls konar hluti sem tengjast fjölmiðlum. Ég var að vinna sem fréttamaður í mörg ár og svo var ég með mín eigin þætti á Stöð 2 og Skjá 1 og svo hef ég skrifað nokkra bækur meðal annars þessar sem er hérna á borðinu á ykkur. Já. Og svo er ég núna sjálfur að byrja með hlaðvarp. Já. Og sem er bara nýfarið í loftið. Þannig að það er svona grunnurinn að því hver ég er. Var ekki podcastið efst á Apple Podcast? Þannig að listan. Já, þetta byrjaði Já, byrja vel. Byrja með sprengjum maður. Já. Það er frábært. Gengur svakalega vel og með frábæra gesti. Já, ég er náttúrulega búin að vinna lengi við fjölmiðla og við að taka viðtöl, þannig að ég svona þekki mikið af fólki og þá en ég mjög þakklátur fyrir það hvað það hafa margir sagt já við að koma til mín. Það er eiginlega allir bara búin að vera til í að koma sem að ég hef verið að reyna að fá í viðtalið, þannig að það er bara æðislegt. Já, bara mjög góð þættir sko, mjög skemmtilegir. Það þakkaði fyrir. Takk hérlega. Og hvað svona, þessu tölum bara þessa bók svona, af hverju ákvaðstu að skrifa þessa bók? Sko, ég var fyrst með hugmyndum að skrifa svona bók fyrir unga kallmenn af því að mér finnst það er mjög mikið búið að vera að tala um bara stelpur og ungt kvenfólk og svona hluti sem eru mikilvægir fyrir þær, en mér stundum eins og svona vanti aðeins kannski skilabóð fyrir unga kallmenn. Já. Það var svona fyrsta hugmyndin fyrir, það hefði ekki verið 5-6 árum og svo svona þróaðist hún smátt og smátt í að á endanum ger ég meira bara svona heilsubók sem að er líka andlega heilsu og kvíða og alls konar og ég fengi góð viðbröðinni frá öllum aldurshópum sko. Já. Þannig og ég ákvað svona bara einmitt líka bara að opna á alls konar hluti sem ég hef gengið í gegnum og svona þannig að þetta var svona lengi í smíðum og meltingu og endaði með þessari bók. Já. Við erum báðið búin að lesa þessa bók ég eftir að klára hún alveg. Já, ok. Og hún er bara mjög skemmtileg sko. Ok. Myndi mæla með henni fyrir Já, alla. bara fyrir alla sko. Hún nær alveg til svona eins og ykkar aldurshóps. Já, sérstaklega. Já. Ég er alltaf svona þessi dögum markmiði hætta bara óvald og setja svona sofa betur og þetta er bara geggjað til að kenna mér svona yfir allt. Já, frábært. Það geta allir tekið einhver frá sér bóka því að þú veist hún cover á svo mikið skilur. Þannig það er ekki allir með þetta alltaf tip-top þannig að það er einhver sem getur bætt sig í einhverju skilur. Einmitt. En ég er mjög gaman fyrir mig að heyra þetta sko því ég þegar ég var að skrifa hana og erum náttúrulega kannski svolítið skrifið af fullorðnu manni fyrir fullorðið fólk en ég var samt alltaf með það á bakvið eyrað að ég verð mjög glaður ef að yngra fólk tekur þessi skilaboð líka sko og ég hef einmitt fengið skilaboð alveg niður í bara yngsta manneskjan sem að mér hefur verið sagt að hafa verið alveg dolfallin og lesið hana frá A til Ö var held ég 11-12 ára sko. Já. Þannig það er gleðilegt sko, mjög gleðilegt. Já, það er frábært sko. Og þú fætt hugmyndina þessar bók ekki þegar þú varst í göngutúr eða ekki? Jú. Já, í göngu. Já. Þú varst búin að vera... Það var langur göngutúr sko. Í langri göngu, já. Jú, þetta var ég mjög lengi búið að langa til þess að fara í svona, þetta heiti Jakobsvegurinn og ég var alveg í 11-12 daga að labba, bara einn. Þannig að þið skiljið þetta þegar ég verið eldri. Og ruglaður til að vera að labba bara í 12 daga sko. En það gerist mjög margt þegar maður er svona einn út í náttúrunni og ég skildi snjallsíman eftir heima og svona og þá allt í hennu fara rosa margar hugmyndir og þá, einmitt, fyrst var ég með þess að hugmyndum þetta ætti að vera bók fyrir unga kallmenn og svona þá svona einhvern veginn var það alveg skýrt í hausnum á mér að hún ætti að vera svona sko.
Hvað var svona helsta sem við vil taka fram í þessar bók? Var eitthvað svona sem við langaði alveg að ná 100%? Ég kannski aðalega bara það er aðalega bara miðla frá mér og vonast til þess að það geti hjálpað öðrum og einhvern veginn líka svona hugsa að mér svolítið oft til að vera að tala um eitthvað svona heilsu og svona dótað þá talar fólk einhvern veginn eins og það sem er svona einhver eina lausn fyrir alla en ég meira að hugsa bara ég ætla að tala um rosalega margt og síðan getur vel verið eitthvað eitt virki fyrir einn en alls ekki eitthvað annað og það er bara fínt af því að ég er að tala um það mörg atriði að vonandi finna allir eitthvað sko Við tekum það mjög oft fram í bókinni að þetta virkar ekki fyrir alla bara að finna tók þetta því, það var mjög En þú vekst hugmyndina að bókinni þú varst ekki með síman þú varst ekki bara með Nokia síma ekki? Jú, svona gamlan, 30-10 sko. Hefur aldrei langað að fá þér Nokia aftur það? Mjög góð spurning, jú mér langar oft til þess en maður er bara nú veit ég ekki eins og þið eru náttúrulega öðru sem ég því þið eru bara vanir að vera með hvað voru þið gamlega þegar þið fengur síma? Sko ég var alveg orðin 11 ára sko. Okay. Ég fekk tæki sem að aðgang á netinu og samfélagsmiðlum held ég 8 ára Ég byrjaði bara með taka síma 8 ára maður var með taka síma en maður hafði aðgang skilur svona iPod skilur það er alveg sama þannig að því ég er alveg nógu gamall til þess að muna eftir því þegar það voru ekki samfélagsmiðlar og síma sko og þá ég velti stundu fyrir mig hvort að heilin í yngra fólki þar sem þú er kannski bara vanur því að vera með svona síma frá því pínu lítill að þá er kannski heiliðin aðeins aðlagaðar í því að þetta sé bara eðlilegt en ég fann alveg mikinn mun á mér þegar ég hvíldi þetta og mér er oft langað aftur að gera það en vandamálið er bara að mér langar líka að geta verið með Spotify og YouTube og allt þetta dót þannig að þetta er svona frábært að vera með snjallsíma ef maður getur ráðið við að nota hann rétt sko. En flestir þessi tæki eru hönnu þannig að þau íta dóldu undir að við verðum bara fíkin í þau og erum eða allt og miklu tímið sko. En ég lasi bókina að þú tekur svona ekki byrjun á morgunna að við símanum og ekki kvöldin bara hvíla alveg skjáðin í hvað klukkutíma aðra og vann Já, ég reyna að hafa það klukkutíma en núna er mitt undanferðið eins og ég vaknaði morgun og þá að ég var að gefa út nýjan þátt í gærkvöldi og það var svona spennandi að kíkja á viðbrögð í morgun var það hálftími sko en ég reyna að hafa aldrei minni en hálftíma og það er bara vegna þess einhvern veginn að ef ég tek upp síman bara leið og ég vakna og byrja að skoða þá líður mér svolítið eins og það er einhver að senda mér skilaboð einhver vill að ég gera eitthvað í vinnu og ég fer strax í einhvern veginn svona finnast ég að vera að gera rosalega mikið og ég fer í stress og svona í staðin fyrir að einhvern veginn dagurum minn byrja bara á að það er komið nýr dagur og ég einhvern veginn svona fer bara mjög rólega inn í daginn og þá er auðveldara fyrir mig að skipuleggja mig sko. Ég get ekki byrjað daginn að þess að kveikja Spotify strax sko. Ég held að fyrst sem ég gerir bara hérna úr bara á Spotify? Það er bara, bara hlusta tónlist? Bara hlusta tónlist Einar hann er tónlistafíkil sko. Hvað er það að hlusta á? Bara hip-hop hip-hop Ég var líka að hlusta á hip-hop þegar ég var gamall því Það núna, hvað er það að hlusta núna? Ég hlusta stundum á hip-hop líka sko. Þegar ég var á ykkar aldri sko, þá var ennþá geisladrykkur og ég held ég að 400 hip-hop geisladiska Þetta er samt alveg mjög cool eins og ég safna alveg núna plötum og geisladiskum frá uppáhaldsröppunum mínum og það mér finnst það bara svo flott að eiga þetta inn í herbyggi svona upp á vegg eða eitthvað Hverjir eru bestir núna? Það er náttúrulega Eminem hann er náttúrulega alltaf búin að vera bestur Svo ég er alveg ennþá þessir ég er náttúrulega bara alltaf í oldschool það er Ice Cube og Dr. Dre og Snoop Dogg og allir Ég hef aldrei komið mikið inn í þessa nýju rapparátur sem Nei, þá ertu bara að hlusta á saman ég get ekki hlusta á svona glænýja rappara sem klára ekki orðið eða og maður getur ekki lesið textaðan og eitthvað Það er undlegilegt Þú hlusta bara bítið, þú hlustar ekki Nei, ég hlusta ekki á orðinni Mér líður eins og við séum konur núna í podcast Já, sjá ekki hvernig Ég snýi þessu við og byrja að spyrja ykkur Já, hvað er það? Reverse unakrat En ef við förum kannski bara svona er morgunrútina eitthvað búin að breytast síðan þú skrifaði bókina? Sko morgunrútínu mín er ekkert alltaf alveg eins en ég er svona í bókinni skrifa ég svona morgunrútínuna mína og ég skrifa held ég ef ég man rétt bara svona hvernig morgunrútínu mín væri að ég verið með fullkominn dag sko. Síðan er hún alveg svona breytilega á milli daga en það er svolítið svona það eru nokkri hluti sem ég reyna að halda mig alltaf við ég fer alltaf þegar ég fyrir sturtuna mín á mótana og setja hann alltaf í kaldasta Bara strax? Nei, byrja á heitir sturtuna og setja hann í kaldasta í svona 20 sekundur
20-30 sekundur, ég ger það alltaf og ég sleppi alltaf símanum í ákveði langan tíma. Drekka alltaf hálfan til 1 lítra vatni og ég reyna að fara alltaf aðeins út þannig að ég fái smá bara svona dagsbirtu og ferskt loft sko. Síðan bara misjæmt, stundum ég að gera þakklætislista og stundum ég að hugleiða en það er ofta ekki hægt að gera allt í einu sko. Þannig ég tek tímabil þar sem ég svona svissi sig sko. Já, ég skil. En þú reynir alltaf að fara í kalda sturtu og fá, já. Ég get það, ég reyndi það einmitt þegar ég las þennan kaflaðana með morgunrútinu. Mér varst betra að skvetta vatni í andlitið mitt það virkaði betur sko. Það alltaf að byrja þar. Hafið þið prófað að fara í kalda potta eða eitthvað? Já, sko ég höndla þá betur en sturtu það. Sturta fríkin. Já, maður getur hoppað sko. Slæri þig. Sturtan erfiðari sko. Já. Hún öðru vísi. Ég set hana bara í andlitið á mig sko. Já. Oft. Svo ef ég er í stuði þá fer ég alveg kalda sturtu á allan líkamann en yfirleitt alltaf bara í andlitið sko. En köldu potarnir eru svona aðeins auðveldara því þá bara, þetta er bara svona 1-2 sekundur meðan þú komið að róni. Sturtan einhvern veginn alltaf að koma á þig sko. Já. En ertu þá að nota Takk Líf aðferðina þína? Nota hvað segirðu? Takk Líf, þannig að listan? Já, ég reyni að tikka við hann sko. Og eins og ég segi, svo nefnilega líka svo mikilvægt þá maður kannski með einhverjum svona rútínur eða að gera hlutina rétt, að ef það klikkar eitthvað að þá ekki fara að rífa sig niður fyrir það sko. Þannig að suma daga ger ég öll að þessum atriðum, stundum ger ég kannski bara 2 og þá það alltaf lægi líka sko. Því aðalatrið bara svona að til lengri tíma sé maður bara haldi í góða hluti sko. Já, það er svona eins og segir consistency er betur en skilu alveg fullkomni. Akkurat Maður verður ánægður með svona hvernig maður er að gera þetta. Það er betra að gera nokkra góða hluti á hverjum degi í langan tíma heldur en að gera mjög mikið af góðum hlutum í 1 eða 2 daga og hætta þessu sko. Já. Það er svolítið sko. Já. En hvað veistu framtíðina á Junklight? Hvað heldur að Já, það er sjá ég er með þessi gleru Já. Ég var einmitt að spyrja mig ég tók ég bara eftir set oft á mig svona þegar ég er að vinna í tölvunni og aftur, ég veit ekki hvernig það er fyrir yngra fólk sem er kannski bara svona vandi að vera með skjá í andlitin alveg frá því að bara 3-4 ára kannski er það öðruvís en fyrir eitthvað sem er aðeins eldri en fyrir mig þá þreytist ég svolítið fljótt í augunum og jafnvel fæ hausverk og svona en ef ég er með svona glerugur sem vernda þessu augun þá svona, þreytist ég síður sko. Getur verið lengur skjá og verð ekki að pirraður og svona sko. Já, maður er að pröfa þetta sko. Það er mjög snið mæli með því. Það er fullt af svona nýjum glerjum sem er að koma á markaðin sko. Svona, Þú getur svona backlight eða ekki fyrir eitthvað? Já, það er ekki fyrir það er fyrir color accuracy Fyrir hvað? Color? Ég er svona, þegar maður er að klippa myndbönd þá meira svona color accuracy skilur. Ég skil Það er ekki fyrir ljósið, þetta er að gera bara verra sko. Ég skil En hvað veist samfélagsmiðla? Samfélagsmiðlar er áhugavert fyrirbæri sko. Þeir eru í raun og veru æðislegir en svo hafa þeir líka slæma hliðar sko. Það er svona bara einhvern veginn og það er svolítið þetta að verða ekki of háður þeim sko. En svo veit ég ekki svo náttúrulega líka mismunandi er ekki ykkar jafnaldrar svolítið mikið á TikTok núna? Jú, ég hata TikTok sko. Það er svo skrítið maður. Já, þú veist, systur mínur er allar á þessu og maður bara því sko eldra fólki er náttúrulega mest á Facebook svo er Instagram svona einhvern veginn svona mitt í miðjunni sko. Og ég er svona ég kann vel við Instagram fólk er meira röfl á Facebook meira leiðilegu töði sko. Já, reyndar og en TikTok ég er ekki alveg búin að ná því ennþá sko. Ég skila bara ekki Ég skila ekki heldur sko. Það er bara Hvað fæ maður út í? Ekkert, bara dansa Það getur svona gaman Athygli eða bara hafa gaman Það er bara svona tilgangsleysi sem ég reyla En ef þú getur valið þú veist, heim sem interneti eða ekki hvort myndir velja? Frábær spurning Þetta er mjög góð spurning Sko Þetta er eiginlega mjög góð spurning vegna þess að það eru rosalega miklu kostir við bæði sko. Internetið er náttúrulega klárlega bara búið að breyta heiminum algjörlega og gerir í raun og allt miklu einfaldara en síðan eru líka bara einmitt því aftur ég er nógu gamall til þess að muna eftir því þegar að þú veist
jú, interneti var komið en það var eiginlega enginn að nota það sko. Þess að þetta er ringjað inn og svoleiðis. Já, og þá var meira bara einmitt hérna, þú veist, þá var meira fólk átti meira í bara venjulegum samskiptum og hérna það var einhvern veginn afþreyingin var öðruvísi, þannig að internetið er náttúrulega frábær uppfinning og búið að einfalda allt og gera hlutina betri en síðan erum við komið með þessa síma sem þýðir að við erum einhvern veginn, við látum okkur aldrei leiðast og hérna það var meira þá þannig að maður var að hitta fólk og hérna og ef maður vildi heyri einhverjum þá hringdi maður í síman en ekki bara senda einhver textaskilabóð og svona, þannig að ég held ég yrði samt að segja að hérna ég hef það mikla trú á því að fólk ráði við hluti að ég yrði að segja að þú veist internetið er alveg góður hlutur að því líka eitt af besta við internetið er bara hvernig upplýsingaflæði er búið að breytast sko. Ungt fólk til dæmis núna einu sinni var það þannig að bara ef þú vildi vita hvað er að gerast í heiminum þá þurftur bara að horfa á fréttir og RÚV núna ertu með svo margar leiðir til þess að bara ná í þínar upplýsingar og hérna það er orðið eitthvað neginn svona já, það er orðið erfiðar að blekkja fólk sko, af því það er hægt að ná í upplýsingar, þú veist, þegar þú ert að segja eitthvað tóma þvælu, þá kemur bara í ljós eitthvað annars að það er eitthvað sem hérna, kemur upp það að þetta er tóm þvæla og svo framvegis sko. Já. Þetta skrítið hlutur internet sko. Hvað finnst ykkur? Já, ég held ég þetta á interneti út af tónlist. Já, ekki? Já, þú getur spila bara geisladisk. Já, en það er eitthvað við að labba bara úti með heyrnartól og vera bara Walkman, ekki? Já, Sony Walkman. Já, reyndar. Ég var til að pröfa að vera ekki með net svona í 1 mánuð. Ég pröfaði 5 daga. Já, þú veist, allir var ekki með net. Það var erfitt, sko. Slepptur internetinu í 5 daga? Já. Bara alveg? Ég mátti bara hlusta tónlist og læra, það var einu sem já, vel gert. Það var skrítið. Var ekki krefjandi? Það var erfitt sko, eina sem ég gerði var bara hlusta tónlist og ég lærði reynda miklu meira. Eina. Já. Það var aldrei. Já, það var, Þú aldrei pröfaði þetta? Jú, ég eins og í göngunni, þá var ég alveg bara í, ég var alveg prófað áður en það var lengsti tími minn svona nýlega, þá var ég alveg í 12-14 dagar sko og hérna, það var allir gott að ég prófaði nefnilega sko. Já. Allir gott að ég prófaði, maður svona kynnist aðeins nýjum hliðum í sjálfur sér og svona sko. Já. En já, mér langar að spyrja þig með bækur. Þú segist að ég fann einhver starf að skrifa 5 bækur. Já. Í heildina sko. Ég veit bara 2, hvað eru hérna 3? Hverjar veistum? Ég veit Björgvin Pál og þessa. Já. Björgvin Pál og þessi kom út í fyrra, ævisagan hans Björgvins Páls, sem þessi bók. Svo skrifaði ég ævisögu Jóns Páls Sigmarssonar, sterkasta manns í heimi, sem var, held að verið sterkasta maður í heimi 3 eða 4 sinnum. Svo skrifaði ég bók fótboltalandsliði sem var aðeins byggð á bíómyndinu sem ég gerði. Það var það, já. Og svo skrifaði ég ævisögu Jónínu Ben sem er hérna kona sem var mjög þekkt hérna á Íslandi fyrir svona ákveðið mörgum árum síðan. Mikið að skrifa ævisögur? Já, ég hef skrifað nokkrar. Akkur viltu gera það? Er það eitthvað? Það er bara áhugavert sko. Já. Áhugavert að kynnast fólki og hérna eða það er áhugavert að segja ég eftir ég skrifaði þessa bóka þá mjög mikið af fólki búið að sambandi mig svona, það er örugglega búið að biðja mig að skrifa meir en 50 ævisögur sko. Eftir þessa? Já, en að ég líka bara í heildinu örugglega meir en 100 sko, en þannig að ég hef bara skrifað 3 sko, það er að því ég skrifa þær ef mér finnst það nógu áhugaverða sko. Já, ég skil. Og til dæmis eins og bókin Björgvin Pál sko, að ég er ekki viss ég hefði skrifað hann ef hann hefði bara viljað tala bolta en að því hann var að opna sig og tala alls konar erfiðleika og dóta, þá fannst mér bara mjög áhugaverð saga sko. Er það mikil vinna að skrifa ævisögu? Getur verið það, en mismikil sko. Til dæmis Björgvins Páls bókin, það hjálpaði mér mjög mikið að hann var búinn að skrifa svo mikið sjálfur. Já. Og hann er alveg nokkuð flinkur í að skrifa sko. Þannig ég var með 100 blaðsíður sem hann var búinn að skrifa sem hjálpuði mér óslega mikið að átta mig á hvernig ég myndi byggja bókinu upp og svona, þannig að vinnan við þá bók var mun einfaldar út af því að hann var búinn að gera svo mikið áður sko. Hann var það sem sálfræði það ekki? Til að skrifa allt niður og þá fór allt út. Já, passar. Þú lærið sálfræði? Ég lærið sálfræði, já. Akkur vildur þú gera það? Pabbi minn er sálfræðingur. Já. Og ég var bara ekki alveg viss hvað ég vildi læra þegar ég fór í háskólann, þannig að ég er svona einhvern veginn af því sem var í boði þá leist mér best á þetta sko. Hefur þú bara unnið sem sálfræðingur? Nei, ég hef ekki gert það sko. Er aldrei tekin inn í svona tíma eða eitthvað? Nei, reyndar eftir að ekki sálfræðitíma en eftir að bókin mér kom út þá hef ég
tekið nokkra einstaklingar sem bara leituð eftir því í svona smá það sem ég bara fór aðeins yfir bara svona heilsuplanið og gera aðeins áætlun og fórum yfir bæði andlega og líkamlega þáttinn sko en sko ég er með 3 ára háskólanám í sálfræði, BA í sálfræði og maður þarf 2 ári viðbót masterskráðu til þess að megi í raun og veru kalla sér sálfræðing sko. Og vinna þá þannig að ég í raun og veru get ekki tekið fólki sálfræði tíma sko. Þið langar ekki til að gera það? Nei Bara ég ég er of óþólumóður til að geta setið 8 klukkutíma á dag að hlusta á okkar fólk sko. Já, reyndar það er svoleiðis þannig að þú veist, ég get alveg hugsa mér að gera annars lagið sko, en ég get ekki unnið það fyrir ég dáist að pappa mínum að nenna því sko, því ég get ekki gert það í fullu starfi sko. Já, reyndar, það er vonandi þá að einstaklingin séu skemmtilegir áhugaverðir Já, ég meni ég held að það sé alveg getur verið frábær starf og bara minn karakter er bara svolítið þannig að ég þarf að vera að gera mjög fjölbreytta hluti sko. Alltaf að breyta breytið mig reglulega til sko. En þú veist, er það réttu skilningur mér líður svolítið eins og þú skrifa bækur ævisögur fólks er það ekki svona dálítið að skipta podcastinu fyrir það, að því þú veist, þú deila svona smá svona Jú, svona vissu leiti, það má segja ef maður er að taka langt viðtal eins og ég var til dæmis með Kára Stefánsson og Ólaf Darra leikara og þá er ég að taka alveg kannski 1,5 klukkutíma og þá er það kannski svona stundum eins og mín í ævisaga Já það er svona diet útgáfa af ævisagan Já, einmitt smá svona trailer basically Já, í raun og veru, já, það má segja það sko. Já, og þú ert að skrifa bók núna, ekki? Jó Og þú mátt ekkert segja Jú, sko, hún er svona svipað eins og þessi sko. Það var bara svo margt sem ég gat ekki komið inn í þessa bók sem að, þannig að langar að halda áfram að skrifa svona svipaða hlut og ég er að skrifa í þessari bók í nýju bókinni. Svona framhald. Já, svolítið sko. Ég held ég veit hvað hann er sko. Já, er það ekki bara sálfræði, andluðu? Jú, meðal annars sko. Já, að þú sagði þér að þú kæmur ekki öllu í þessa. Já, rétt þér. Þeir eru búin að lesa bókin alveg vel sko. Já, ég var bara að klána það sko. Já, en þú tekur eftir þessum smáatriðum sko. Því það, ég sagði þetta sko. Ég sagði ég er með atriði sem ég kem ekki fyrir í þessa sko. Já, það var gaman að lesa hana. Já, þakka þér fyrir. Veistu hvernig hún kemur út? Við erum svona að plana að hún verði, ég vil ekki setja ómikla press á sjálf með en svona vonandi fyrir næstu jól. Það er planið sko. Okay. Það er planið, ef allt gengur upp. Já, en hvað fyrir svona mikil tími í að skrifa svona bók? Það getur bara verið rosalega misjafnt. Það getur verið allt frá nokkrum mánuðum upp í bara það eru örugglega til bækur sem fólk hefur verið að undirbúa í mörg ár sko. Já. Og ég raun og verið að fel líka eftir eins og þessi bók ég er ákveðið lengi að skrifa hana en í raun og veru má segja að hlutir sem ég er búin að gera í lífinu séu í raun og veru margra ára undirbúningur sko. Þannig að það er auðvelt fyrir mig að skrifa þetta af því að ég er búin að vera að undirbúa þetta sko. Þú er búin að plana þessa bók í mörg ár? Já, svolítið sko. Getur sagt það? Svolítið, en skrifin sjálf eru síðan kannski ekki nema hluta þeim tíma sko. En þú skrifa bók fyrir hana landslið eða ekki? Já. Hvað hét hún aftur? Hún hét nú góð spurning maður hún gleym hvort hún Aldrei vekja mig sem var þegar Gummi Ben var að lýsa leiknum í England og sagði að hann væri í draumi og þetta aldrei að vekja Já, en svo kom myndin Jökull logar. Já, hún kom undan bókinni sko. Kom undan bókinni, nú, ok. Hvernig var að búa til svona mynd? Varst þetta ekki leikstjóri og skrifaðar eitthvað? Sko ég var ekki leikstjóri, ég raun og veru tók viðtölin, ég skrifaði handritið og vann ég fjármagnana en svo var ég með frábæra mann með mér sem að sá kameravinnsluna, klippinguna og leikstjóðmina. Já, og svo komu fleiri að því í lokin sko, þannig að það var fleira fólk sem vann við hana í lokin sko. Já, þetta var þegar Íslanda var að fara EM? Já. Hvað komst þetta langt í því? Var það ekki alveg áttalega úrslit? Jú, áttalega úrslit sko. Englanda, ekki? Jú, það er frábært. Það var svakalegt alveg. Hefurðu mikinn áhuga á fótbolta? Já og nei, sko ég hef alltaf aldrei með Liverpool, þannig að ég horfa á Liverpool-leiki og gaman að því, en ég er ekki svona ég er ekki forfallinn sko. Nei. Ég er ekki, ég leik ekki við fótbolta sko. Já. En þá myndirðu segja það sést þannig íþróttamaður, þannig að verið í mörgum íþróttum og hreyfiði mikið og...
Sko ég hef ekki æft eða keppt í mörgum íþróttum en ég reyfi mig mjög mikið sko og hef gaman að öllu, þú veist, ég leik mér alveg í körfubolta og fótbolta ef það í boði og finnst bara mjög margt sem snýra hreyfingu skemmtilegt. Já. Svo ekki bókin að reyna að hreyfa alltaf hverju meinast degi, bara einhvern hreyfing, hvort það sé hlaup eða... Jú, og til dæmis eins og í dag sko, ég er búin að var að halda fyrirlestur í morgun og svo ég að vinna í podcastan, ég búin að vinna í allan dag og síðan að fara að vinna líka þegar ég kveði ykkur hérna langi dagar. En ég til dæmis bráður en ég kom hérna til ykkar núna þá hafði ég smá breyk á að bara leggja bílum minn og ég tók hálftíma göngutúr bara hérna í Breiðholtinu sko. Þannig að jafnvel á dögum þar sem allt á fullu að þá finn ég alltaf tíma til að minnstakosti fara í göngutúr sko. Já, og þú finnur mikinn mun? Já, minnst það gott sko. Ég verði alveg sósaður í hausnum ef ég fyrir fram á 12 allan daginn og reyðum ekki neitt sko. Bara gengur ekki upp sko. Og er ekki líka eitthvað sóljósi spila líka í því að þú veist? Jú, svona mér finnst mjög gott að reyfa mig úti sko. Mér finnst það ennþá betra. En finnur það mun á þér þegar það er mjög lítil sól eins og á veðuna? Stundum ég reyndar alveg ágætur á veðuna en sumir eru verri en ég sko. Sumir finna verð fyrir því. Mér finnst gott að á veturna reyna þá að fara út á þessum fáu klukkutímum sem er bjart sko. Það er svona reyni það sko. Já. En þú getur ekki búið á Ísafirði? Það var erfitt. Það dimmir hratt þar maður. Það er ógeðslega, ég get ekki verið. Nei, það er bara ef maður fyrir til Ísafirði í ágúst þá er bara að koma vetur sko. Já. Líka svo háfjöll sko, þannig að sólinn fljóta að fara á baku. Já. Nei, það var erfitt. Það var erfitt. Fallegur staður samt. Já, mjög fallegur staður. Hvað verður svona fullkominn dagur fyrir þér? Eða svona frídagur? Fullkominn frídagur? Já, frídagur. Sko, mér finnst æðislegt að vera í sól og hita. Þannig að fullkominn dagur geti bæði verið hérna á Íslandi eða erlendi sko. Og mér finnst æðislegt þegar ég hef farið eitthvað eins og til Mexíkó eða Tælands þar sem er bara hlýr sjór og þá finnst mér æðislegt að byrja daginn og að bara fara á stuppusunum og berfættur út á strönd og hoppa í sjóinn og vera síðan á litlu mótorhjóli og keyra og eitthvað svo leið sko. Þannig að það geti verið ein hugmynd að drauma degi sko, en síðan líka bara á Íslandi þá er það bara mér finnst alveg geggjað að eins og í fyrra þá labbaði ég Fimmvörðuhálsinn og mér svona góðum fallegum dögum finnst mér alveg geggjað að vera út í íslenskri náttúru sko. Og síðan alltaf gaman að vera með góðu fólki. Já. Þannig að fullkominn dagur er allavega sko eitthvað, ég myndi alltaf hreyfa mig á fullkomnum degi, ég myndi borða eitthvað gott á fullkomnum degi, eitthvað mjög gott, ég myndi vera með góðu fólki á fullkomnum degi og ég myndi vera eitthvað út í náttúru sko. En síðan er svona misjafnt hver það væri sko, það getur verið á Íslandi eða öðrum löndum. Það sem ég var spennandi af bókinu líka var næringukablinn í henni. Hann er ekki einn af lengstu köflunum í henni. Jú. Alveg svolítið langur. Já, passar. Það tala mjög mikið um mataræði. Já. Ertu alltaf að skipta mataræði eða ertu alltaf á sama? Svona misjafnt. Þegar það mikið að gera hjá mér eins og núna, þá er ég aðeins slakari í að, þú veist, að þá bara svona reyni ég að halda mig á hvernig svona grunnreglur sko. Þannig að ég er ekkert eitthvað að stressa mig og að reyna að vera fullkomin í mataræði, en ég er með svona, ég borða alla jafna frekar hollt sko. Já. Reyna að forða svona skyndibitamat. Já. Þannig að, já, ég líti í því. Hvað er samt upp á skyndibitamatinn? Upp á skyndibitamatinn, sko. Það fyrir eftir í hvað við köllum skyndibita, sko. Það er svona, þú veist, við hugsaum Dominos og Subway og hvað sé. Já. Sko, það gefur mér alveg fyrir að mér gott að fá mig bara góðan burger. Já. Pítsu, sko, ég veit ekki, Jó, pítsur eru líka mjög góðir, en það verða að vera þynnri en Dominos, það verða að vera eldbakaður og aðeins svona þynnri en Dominos pítsunar. Bara eldsmiði pítsur? Já, frekar sko. Mörgur sem finnst það líka? Mér finnst gott að fá mér pítsur annars lagi sko. Já. En er það ekki í eitthvað keto pítsum og vegan pítsum? Nei. Ef ég fer í þetta þá bara fer ég í þetta alla leið. Það er bara svoleiðis. Og að fara í fæla að spyrja spurningar frá áhærendum. Komið með þetta. Það eru nokkra Já, það eru 4 spurningar. Ok. Fyrst er hvernig þetta svona tanaður? Hvernig er svona tanaður? Það er góð spurning maður. Sko það er að því ég er búin að ferða svo mikið til útlanda að ég er búin að vera svo mikið í útlöndum á síðustu árum og ég er búin að fá það mikla sól að það þarf bara rosalega lítið. Eins og til dæmis núna ég er örugglega alveg ágætlega útitekinn bara núna út af því ég var bara núna áður en ég kom inn til ykkar bara 20 mínútur út í sólinni sko. Já. Þannig að ég var ekki svona, þetta bara húðin á mér er eiginlega bara búin að breyta sko.
Góð spurning. Hvað finnst þér lyf, svona læknalíf og svoleiðis? Mér finnst að fólk eigi að gera allt það sem að getur til þess að nota þær leiðir sem að hægt að nota án lyfja, en mér finnst líka að fólk eigi klárlega að nota lyf ef það þarf á þeim að halda, og lyf geta alveg verið verkfæri sem að hjálpa fólki sko. Þannig að það fyrir mjög í taugarnar á mér þegar fólk einhvern veginn að reyna að segja að fólk eigi alls ekki að taka lyf sko. Þannig ég er svona að gera að reyna að nota alla leiðir, en stundum þarf maður að taka lyf sko. Já. Þetta fór mér þetta ánældi ætla að skrifa bók sem tekið sálfræði og varum svona búin að fara svolítið í það. Hvernig það var. Þú ert, nei. Já, og hvað færðu þið vanalega í morgumat? Morgumat fæ ég mig vanalega annarkvort bulletproof kaffi sem er bara góður sterkur kaffibolli með dálítið af fitum út í, kókosolíu eða smjöri. Já, og svo setjum blender. Já. Og ef ég fyrir að borða þá fæ ég mér oft hafragraut. Það er svona basic sko. Já. En er þetta eitthvað að fasta svona reglulega? Annars lagið sko. Annars lagið, já. Og stundum reyni ég að fasta bara þá þannig að ég hætti að borða ákveðnum tíma á kvöldin og er þá kannski ekki að borða fyrir að hádegi daginn eftir sko. Já, svona lótifasta. Já. Einmitt. Myndi það vera til dæmis gott fyrir okkur? Eða, þú veist, ef við myndum mæla við fyrstu fyrir okkur, við erum náttúrulega ekkert eitthvað þungir eða eitthvað. Nei, einmitt. Ég myndi alltaf segja sko að það er minni ástæða til þess að fasta fyrir fólk þegar það er mjög ungt, af því að líkaminn, það sem maður fæ mest út úr föstu er að svona laga það sem er í ólagi í líkamannum, og þegar fólk er bara unglingsaldri þá er líklega að líkamannir séu ekki komnir í ólag sko. Þannig að það er svona meiri ástæða fyrir fullorðið fólk yfirleitt, en ég myndi segja fyrir ykkur eins og ykkur, þeir eru aldrei að fasta til þess að vera eitthvað að megrast sko. Þeir eru bara að fasta til þess að hvíla meltingakerfið, þannig að líkaminn bara starfi sem best sko. Já, er þetta ekki svona til að núllstillan? Þú veist, ef þú búin að borða mjög mikið af skyndibitamat og ert eiginlega bara háður skyndibitamat eða gósi eða eitthvað. Jú, algjörlega, þetta er mjög góð leið til þess að ef maður er orðin svona háður ykkur sem maður vill ekki vera háður, og þá er fasta mjög góð leið til þess að fá þessa núllstillingu, þannig að maður getur svolítið svona byrjað upp á nýtt sko. Já. Þú mælir með þessu? Já, ég geri það sko. Ég geri það. Það er gott að pröfa þetta einhvern tímann. Já, ekki núna þegar maður er ungur, en hvernig maður senna? Reyna þetta. Það er ekki alveg ógeðslega mikið svona sjálfstjórn til að gera þetta. En þau er svona fyrst. Jú, fyrst. Svo venst það. Já, það er ekki bara með allt þeirra. Það er svona förstur og átak og... Er þetta með eitthvað markmið með podcastinu? Er eitthvað svona markmið? Já. Já? Þetta markmið. Ég bara ætla að gera Nei, við skulum segja bara ég ætla að gera mitt besta til að gera mjög flott podcast, en ég set alveg kröfur á sjálfa mig þegar kemur að þessu, þannig að ég hef gert þetta lengi, þannig að ég vil svolítið svona ég vil bara gera flottasta podcast á Íslandi sko. Án þess að vera hrókafullur sko. Ég er að leggja mikið í þetta og ætla að leggja mig fram og skulum orða á þannig að ef ég legg mjög hart að mér þá hef ég trú á því að útkoma verið góð. Byrjar allan á svakalum gestum sko. Það gæði verið. Það geggja sko, Logi Bergmann og Gári og þetta er líka svona fín tækni á okkur, svona setja út svona þrjá í einu það er ekki allir sem eru fyrir þennan viðmælanda. Ef allir er að koma og tjekka á þessu, það er heitast fyrst, þá fýta mikið frambúð. Svo sturtast bara inn fleiri. Og það er að gera þetta vikulega, eða ekki? Jú, að minnst að kosta einni viku. Kannski fleiri eða nenni. Hvað heldur að gera þetta í mörg ára? Það kemur í ljós sko. Kannski verði bara ennþá þess að þetta er í 70. Það er ekkert ákveði. Ekki ennþá. Engin veit framtíðina, engin veit ævina fyrir en öll er, eins og sagt er. Og hvernig lítur þín framtíð út? Bara vel. Eitthvað planað? Já, bara halda áfram að gera hluti sem ég finna skemmtilegir og halda áfram að ferðast og bara aðalega bara einmitt, gera hluti sem ég hef ástríði fyrir að gera sko. Það er aðalatrið. Heldur þú fiktur einhver meira með kvikmyndagerð? Það er aldrei að vita sko. Og sagðir í podcastinu með Óla Darra að þú vildi leiki í einhverju? Já, það væri gaman. Einhverju til að gefa mig tækifæri sko. Vondankall. Ég býð eftir að fá tækifæri. Já, ég getur flottuð vondukall sko. Heldur það? Já. Vondukall. Þó ég brosi sko. Ég og aðrar hliðar. Já. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri?
Bara gaman að koma til ykkar og bara ánæði með ykkur, þetta er vel gert hjá ykkur og flott próduksjón og bara haldið áfram að standa ykkur vel. Takk fyrir það. Takk hérlega. Og það er hægt að finna hann Sölva Tryggvason á Instagram og Facebook. Passar. Og á YouTube með podcastinu. Það heitir podcast með Sölva Tryggvason. Passar. Það ekki? Jú. Það ekki bara frábært? Það er bara aðeinslegt. Takk fyrir að hlusta. Já. Og það var gott.